Strákar, fara inn í klefa. Inn í klefa. Davíð valdi þetta? Já, ég valdi þetta einmitt. Þetta er alltaf bara yfir.
Ég ekki með neitt. Jæja, verið komið heil og sæl þeir sem eru búin að stilla inn á þessa útsendingu. Leikur Víkings og Kórdrengja. Fyrsti leikur í umspili að komast í efstu deild. Það lið sem vinnur þessa seríu fer í mætir annarkvort Þór eða Fjölni að fara upp í Ólís-deildina. Já, rauningur, hárréttur dómur. Ef allt er eðlilegt þá vinnum við þennan leik með 10-12 mörkum. Að horni laust. Já. Uppstillingin svona ósköp hefðbundin. Gauji Guðjón Ágústsson í hægra horninu, Kristján Orri hérna hægra megin, Jóhann Reynir hérna á miðjunni, Gunni Johnsen vinstra megin og Arda Gauti í horninu. Þannig að já, losa ruðningur á dómarinn í góðri aðstöðu til að dæma. Egidís Mikael Ónis lætur verja hérna frá sér. Fyrrum leikmaður Víkings eins og margir muna eftir. Fílhraustur drengur sem að þarf ekkert að pína hann til að skjóta markið. Já. Sverrir bara mættur, losaðu Ígor minn, jæja, og boltan á Jóa núna og fá hann, ok. Fá hann allt og lengi að fá hann yfir, að mínum mati. Örnin er þá að snúa. Já, bara í Kairó. Halldór Ingi hérna. Og Jóhann Reynir með slagskot. Beint á Birki Fanna Bragason, selfisíkinn í rammarum. Já, Jói fengið einhverja eitthvað smá högg hérna. Hann þarf að harka þetta að sér drengurinn. Já, og stórkostleg markværsla hjá Birki Fannari. Frábær markmaður hann Birkir, selfisíkur, spilaði líka með FH. Mikill svona stemmingsmaður, segir svona skoðanir umbúðalaust. Ræðir hérna málin við Robban Sigvarts, þjálfari liðsins. Ég sé að tveir gamli leikmenn Víkingar eru mættir á völlinn. Jóhannes Berg Andrason, leikmaður FH, og Jóhann Kukubat. Það er ánægilegt, alltaf gott að sjá kunnileg andlit. Já, og Ígor með gott mark. Fyrsta markið hérna eftir rúma 4 mínútur.
Já, Jónas Bragi, einnig gamall leikmaður Víkings. Já. 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 Bótan Dumitrel Anna German, annar dómari leiksins, dæmdi hérna skref. Já, Sverrir byrja vel, ekki drip, senda á næsta mann og losa. Hárrétt, vel gert drengir, frábært, virkilega gott. Unnin hálfu maður og losað. Það var allt opið. Þetta gæti orðið erfitt kvöld hjá Górdrengjum. Þetta er náttúrulega bara allt strákar sem að kunna handbolta vel en eru ekkert að æfa mikið. Það heldur að æfi bara einu sinni í viku. Þeir eru bara að hafa gaman að þessu. Heilsubótar, hreyfing og keppa í bland við það. Já. Já, þetta er bara réttu dómur. Það er vörðast hérna innan tegs. Þá fer Gunni Johnson á punktinn. Og 3-0 eftir rúmar 7 mínútur hérna. Og Sverrir náði honum ekki hérna. Andri Heimir með fyrsta mark Górdrengja eftir hérna 7,5 mínútu. Það verður áhugavert að sjá hvernig þeir svona koma inn í þetta í kvöld, hvort þeir nái að velja Víkingum eitthvað undir uggum. Já. Fjögur eitt. Já, ég ætla bara að segja það hreint út, þetta verður gæti orðið langt kvöld hérna í kvöld. Já. Já, þetta er bara hárréttur dómur. Jóhann Reynir tók þetta á mörg skref. Og Viktor Orri snuðar þetta gott mark. Tók bara 3 skref. Já. Og Hrannar Máni Gesson
skora gott mark. Þetta er sterkur strákur, fætur 87, alinn upp í IR. Það er öflugur, lengi vel og var í góðum árgangi hjá IR og spilaði lengi með IR í efstu deild og fyrstu deild náttúrulega líka. Bikarmeistari með þeim 2013 að mig minnir. Já. Sverrir með fína vörslu. Já. Fara þarna beint í andlitið á Kristján Orra. Engin ásetningur að ég hygg. Já. Menn verður náttúrulega að grípa boltan. Það var ágætis klipping hjá Jóa. Já. Þetta verður, eins og segi, þetta verður svona áhugaverður leikur. Já. Hendi fyrir að koma fljótlega upp ef að lúður ekki markið. Já, Andri Heimir. Og Gauji lætur verja frá sér. Já. Gauji leysir inn. Algjör óþarfi hjá Ígor að hnoða hérna inn á línu. Guðjón ekki í góðri stöðu, fá bara boltan yfir. Teygja á þeim. Já, Köppen kerfið, dregið frá, vel spilað og Gunnar Johnsen endar hérna í horninu. Já. Þetta er sextu. Já, skref Nikur að þessu hérna. Og Jónas Bragi með fínasta skot og mark. Og Gunni fer þetta í gegn, prjónar sig í gegn, það er víti. Þannig að já. 7-3. Já, Stimmirinn er að vera klókur og stela.
Já, 15 mínútur búnar hérna fyrir á leik. Já, óluleg blokkering hérna og Rannari Mána. Já, þetta er ekkert annað hægt að dæma en 2 mínútur brottvísun á Viktor Orra. Það leit illa út en já, nú var yfirtalan 6-5. Spurning hvað við gerum yfirtölunni. Jói stjórnar hérna. Gunni dregur frá og segir þetta milli 2. Já, og þetta er auðvelt. Virkilega vel útfært, einfalt og árangursríkt. 8-3. Já. Já. Og Egidius með bylmingsskot. Og já, og Halldór Ingi skora gott mark. Já, 9-3, 17,5 mínúta búinn. Eins og ég sagði, nú bara ég ber ótrúlega mikla virðingu fyrir því starfi sem er unnið hjá Kórdrengjum. Þetta er allt toppmenn, skemmtilegur hressir. Já, eins og ég segi, afsakið, ég var aðeins truflaður hérna. Þetta er algjöru toppmenn. Þetta eru bara menn sem æfðu lengi og vel í handbolta og hafa ágætis reynslu, en eru bara að gera aðra hluti í lífinu. Fjölskyldu, vinna, skóli og svo margt annað. Æfa bara einu sinni í viku. En bara getumunurinn á þessum liðum er augljós, bara eðlilegt. Víkingar að lyfta á fullu og æfa á fullu, meðan að Kórdrengir æfa einu sinni í viku og spila. Þeir eru bara að hafa gaman á móralst. Já. Já. 10-5. Það er bara vonandi að Kórdrengja konseptið bara lifi sér lengst og menn hittist einu sinni í viku í 90 mínútur og hafi gaman. Já, hörkumark hjá Andra Heimi. Þetta er strákur sem að kann þetta. Var Íslandsmeistari með IBVF og bikarmeistari 2018. Alveg upp í IR. Spilaði líka aðeins með Haukum held ég 1 tímabil. Og góður í IBVF vörninni, gömlu góðu.
Balkan, IPVF-vörnin. Stór með senti fyrir framann. Já. Já. Vel losað hjá Kristjáni. Andri Berg Haraldsson skiptir hérna. Já. Gunni sleftu dripplinu og klipptu við Kristján Orra. Það var allt og langt þetta. Kristján Orri bauð honum upp í dans með að hlaupa fyrir aftan hann. Hann hefði getað klippt við Kristján. Kristján kom með langan yfir. Opnum þar. Já. Og Brynjar Jökull, þetta er náttúrulega 2 mínútna brottvísun og ekkert annað. Brynjar Jökull, stór og mikill, fílhraustu drengur, erfitt að eiga við hann. Hann er leggst á menn milli 1 og 2 eða 2 og 3 eða milli varnarmanna. Já, ég vil sjá mína menn vera svona 8 mörkum yfir í hálfleik. Ég geri þá kröfu. Já, Robby Sigvards með nokkur orð hérna við Hrannar Mána Gestsson. Robby náttúrulega gamall línumaður. Það var engin betri en hann í að snúa hann og vippa og laus og haus og svona. Ótrúlega lunginn sóknarlínumaður. Í minningunni spilaði hann ekki mikla vörn en frábær línumaður. 12-8. Og Gaui klárar þetta vel í yfirtölunni. Dregið frá langur niður í horn. Einfalt og gott. Þetta nátt að Robby tekur leikli. Já, eins og ég segi, fínt að vera bara svona 8 mörkum yfir í hálfleik. Já.
Já, 13-8 eins og ég segði á hann. Já. Já, Brynjar Jökull kemur þetta út 6-6 að losa drengur og Jóhann Reynir með gott mark 14-8. Ekitís í loftið. Ef hann væri að æfa alveg 6 í viku og hann væri á full force í þessu þá var hann að spila í Ólís. Ég er algjörlega samfærður um það. Strákur sem getur alveg vel plaffað á markið. Þá kemur Stimmi inn á í vinstri skyttuna. Mætti nú nýta buxna þvengsinn á stuðpúsunum. Það er svona pínu eins og sjöttalvósmóti. Böndin lafa þarna út um allt. Já. Gunnar Valur Arason kominn inn á. Gamli rússajeppinn á línunni. Gunnar toppmaður. Var að þjálfa kvennalið Fjölnis Fylkis í vetur. Og er held ég leikskólakennari. Virkilega góður drengur. Mikill áhugamaður og talsmaður um að fá eina deild kvennamegin. Já, virkilega vel spilað á hvorum drengjum. Já, skil Robba Sigvards ágætlega. Vildi hérna fá 2 mínútna brottvísun. Og Ekitís fer á punktinn og skorar örugglega 15-10.
Já, 1,5 mínútu eftir þetta, nú þurfa að fá gott mark. Já, farið í alveg árast, Jói losa núna og áfram. Já, Gulli tekur leikli. Já, sett eitthvað annað. Keyrum inn í Helga. Fólk hefur aldrei kynst þessu án. Já, mínúta eftir. Frábær tékkavæsla en ólögleg blokkering hérna á Binna Jökul. Þetta átti nú að vera rauðningur en tveggja mínúta brottvísun á Já, Gunni fær hérna tveggja mínúta brottvísun. Já, Gunni minn sestu nú bara, hann þvílíkt að undra sig á þessum dómi. Sérstakur dómur en það bara áfram gakk. Við erum hérna 5 mörkum yfir, á móti Kórdrengjum. Það ekkert stress. Já. Já. 10 sekúndur, við þurfum að fara strax í aðgerð. Já. Það bara á lítill tími hérna í þetta. Já. Já, 15. Þetta vín. Nei. Já, staðan 15-10 í hálfleik hérna. En og vikina ég sé skemmtilega handboltaleiki gegn tíðina. Ég vona ég fá ekki bátt fyrir að segja það. Nei, þetta er bara bjóstu þessu. En við tókum okkur pásu, komum aftur, sjáumst eftir.
Ég verði afsakað, ég kom aðeins svo seint hérna inn í seinni hálfleik. Þið lifðu það af. Já, þetta er... Já, Gabriel inn á vinstrátunum, Sverrir vel. Já, þetta var vel fiskað á Gauja. Allan tíman vítakast. Og það var Gunnar Johnsen sem fer á punktinn. Móti Birki Fannari Braga sinni. Gunni skorar af miklu öryggi. Já, 16-10. Já, þetta er hárrétt. Alltaf fríkast. Gunni var búinn að taka sér ágætis stöðu þarna en náði ekki að handleika knöttinn nægilega vel. Já. Já. Og Dóri skorar af miklu harðfylgi. Sautján 10. Agnar Ingi Rúnarsson komir hérna inn á í vinstra horni. Hann á eftir að stimpla sig vel hérna inn held ég. Ekta leikur fyrir hann að skora. Slatta að mörkum úr hraðalöpum. Auðveldu mörk. Já, Jónas Bragi klippir Egidíus. Já. Já, frábær flétta. Gamli góðu tékkinn, klikkar aldrei, tékka færsla. Leikmaður kemur fyrir aftan hann. Og Jói fór hérna milli 1-2, skoraði gott mark. Já. Tómas Helgi. Já, þeir snúast hérna bara í hringi. Virkilega góð hugmynd, já. Og Guðjón Ágústsson með frábært mark. Guði er svo vanmetinn hornamaður. Virkilega frábær hornamaður, hávaxinn, góða tækni, slúta vel.
19-10. Þetta er augum frá og bara koma inn í hornið. Já, og Stimmi inn af línunni. Já, helsi bara rétt, ekkert á þetta. Já. Og Viktor Orri missir boltan þetta. Klaufalegt hjá honum. Og Kristján Orri upp í loftið með gott mark. 20-10. Já, Logi Ágússon er að gera sig kláran, fyrir að koma inn á hérna. Bjarki Garðars fyrir vantarlega að koma líka inn á í ramman. Bara eina vitið á Gulla, vel gert að gera spila öllum 14 leikmönnum. Já. Þessi bolti aðeins og hár. Já. Ranna Máni kemur út. Og já, þetta er svona þessi seinni hálfleikur mun líða ekkert sérstaklega hratt held ég. Já, svo boltan yfir. Stimmi á seinni og losaðu. Já, bara hárrétt fótur. Já. Einhver bakgrindík hérna. En hæðin á sendingunni ekki góð. Það er að segja skoppið eftir að lendi í jörðinni. Já, kemur Logi Ágússon Glíse inn á. Logi, strákur sem er alltaf í dúndurformi, æfir ógeðslega vel, hugsar rosalega vel um sig og er flinkur. Já, vel ljósað hjá Loga á hárréttum tíma inn á Akka. 21-10. Já, Kortringir hafi ekki ennþá skorað mark hérna fyrstu 10 mínútunum.
Og já. Já, stimmi Juggan. Já. Robby hefur séð nóg. Ákveður hérna að taka leikhlé. Ekki annað hægt, þurfti ekki búin að skora fyrstu 11 mínútur. Já. Við minnum náttúrulega líka á styrktarreikningin hjá okkur. Hann kemur hérna á skjáinn. Við erum búin að bjóða upp á fríar vefútsendingar frá því við byrjuðum fyrir 3 árum. Örugglega strengt frá fleiri 50-60 leikjum eða ekki meira. Og alltaf frýtt og mjög margir horta á þessa leiki hjá okkur. Áhorfstölunar verið fínar. Þannig að ef það er einhver víkingur hérna úti sem er að horfa á róli og þægilegu föstudagskvöldi þá megum við alveg við nokkrum þúsundköllum handboltadeildin. Það er að segja að fólk á annað borð hefur áhuga á því. Frábær sending hjá Arni Karl Vemæger inn á línuna á Gunnar Val. Já. Já, þetta var pjúra víti hérna. 2 varnarmenn sem vörðust innan teiks. Þannig að, já, gott mark úr vítinu. 22-10. 13 mínútur liðnar hérna seinni hálfleik og Kórdrengjamenn hafi ekki ennþá náð að skora. Þetta er nú bara mjög eðlilegt með lið sem er ekki æfa neitt að ráði. Leyfðu mér alveg að segja það bara. Það er kannski ekki eðlilegt en það getur alveg svona getur komið upp á. Og Jón Hjálmarsson með gömlu vippuna gerir þetta vel. Jón er alltaf ólsegur, fýtt svona rulluspilari, tilbúin að koma inn á. Kraftmikill með
gömlu yfirendafintuna sína. Getur spilað horn og skyttu. Reynslu mikill 34 ára á árinu. Já. Já. Hann lítur að fara að styttast í þeirra fyrsta mark hérna í seinni hálfleik. Það er ekki komið. Já. Andri Heimir komin í hérna 5 vörnina. Já, Barbasinski hjá Loga óöppin hérna, en gerði vel í að fara milli 1 og 2. Nei, þetta er ekki neitt. Logi einmitt bara sló í knöttin. Já, og þeirra fyrsta mark kemur hérna, þar að segja í seinni hálfleik, kemur eftir 15,5 mínútu. Jónas Bragi Hafsteinsson heggur á hnútinn. Þannig að spurning hvað Logi fer í núna. Hérna miðinni. Það segir Dóra að vera milli 2 og 3. Fara í ólegg, heyrist mér. Já. Þetta er mjög effektíft á móti framlíkjandi vörn. Innleysing og rykking á móti 5-1 vörn. Býr oft til ranga talningu í vörninni og miklar opnanir. Jónas Bragi leysir inn. Já. Allir búin að spila, slatta. Gulli búin að rúlla liðinu vel, ekki annað hægt í svona leik. Styrmir. Hörkumark. Vel gert hjá Loga að spila bara aftur og legg. Ef það virkar þá alltaf að spila aftur og aftur þangað til að það hættir að virka. Andri Berg ætla að stela þennan knettinum. Já, víti og 2. Og Egidíus Mikalónis skora gott mark.
Já. Þetta leit ekki vel út. Smá bylta að Logi fekk þetta. Hann vill láta þurrka knöttinn. Já. Arne Karl óuppinn það. Já, ég var nú viðurkenna, ég sá ekki alveg hvað dómarinn dæmdi þarna á okkur. Hvort það hefði verið ólögleg blokkering eða eitthvað. Ég fór bara alveg fram með mér. Á nú ekki að vera hægt en gerði það nú samt. Já. Vel spilað, Arne Karl. Óheppinn. Kalli Vemaer, hann uppalinn nýjeringur, spilaði með Þrótti og Víkingi á sín tíma. Spilaði með hjá Víking, aðeins fyrir Víking þegar Robby Sighvats var að þjálfa liði. Það er örugglega 10 ár síðan eitthvað svoleiðis. Kalli, eins og hann er kallaður, mjög teknískur hornamaður, hataði ekki snúningana á sín tíma. Sást oft bara sem í korteri áður. Hann var að fara í spinnerinn. Gott Marri, vel losað á hárréttum tíma. Já, nú vil ég sjá Marin og Gauta stimpla sig all hressilega inn. Ég vil bara fá kannski kerfið hérna, mjög einfalda fæslu. Boltinn á miðjumaðurinn býður aðeins, kemur með hratt tilbaka á Marra. Og Marri upp í loftið. Það er alltaf að Logi þarf að búa til einhverja stöðu fyrir hann. Á leikmannum með 42 komin inn á kortringjum, Gísli Hafþór Þórðarsson og Egidís með hörku skot, alvöru neglu. Já, Marri og upp í lofti drengur. Já, ekki gott skot í millihæðina. Vel varið hjá Viktori Bjarka Ómasinni. Og Styrmir með gott mark. Já, 26-13.
Þetta alvöru píla hjá Egidíus. Upp í Samúel Fjær. Sá getur lögraða markið. Hotni laust. Boltinn aðeins svo lengi að koma niður í hotn. X-hæri, kallar Gulli, Hotna Jóki. Þetta bara skref og ekkert annað. Sorry Logi minn, ég verð bara að segja. Var þarna í 4 skrefum. 27-14. Já, þetta er að hafast þessi leikur. Þetta er að klárast. Eins og ég sagði hérna í fyrrháleik, búist við að þessi leikur er lengi að líða. Og Arne Karl með gott mark. Já. Marri aftur. Þetta var bara instant replay. Þetta skott hjá honum eins og áðan. Nema núna fór þetta inn. Já. 4,5 mínútur eftir. Gunnar Ingi Eriksson hérna á línunni hjá Kortringjónum. Þessi uppalinn Þróttari, þessi strákur. Bróðir Ólafs Guðna Erikssonar sem að spilaði fyrir okkur í fyrra. Já. Egidíus. Heldur áfram að plasta honum inn. Hann er örugglega komið með 8 mörk af þessum 16, myndi ég halda. Vel valið hjá Marino, ég er ánægður með hann. Gamla danska sendingin er í hotn. Þetta sá maður ekki í hans leik fyrir nokkrum árum, hann hefur bætt þetta. Já. Þetta er að klárast 3 mínútur eftir. Kairó 2, Kalla Gulli. Kemur hérna út Brynjar Jökull. Og Stimmi leysir með. Já. Gott Logi, Glíse. Ágústsson. Já, Gísli Hafþór. Nei, fínt mark.
pikkaði þennan bolta vel upp. Réttum maður og réttum stað. Já, frábær varsla hjá Viktori Bjarka en Stimmi nær frákastinu. Hann hefur bara staðið svo ágætlega, Viktor Bjarki í markinu síðan að koma inn á. Strákur sem alinn upp í IR. Og Jón Hjálmarsson. Með ljómandi fínt mark. Andri Berg hefði nú bara átt að taka þetta sjálfur. Drippla alla leið, gamli Jálkurinn. Já, 1 mínúta eftir. Nú vil ég fá Marino í loftið. Ég vil fá hann í gólfið og inn. Takk fyrir. Það er enga helvíts millihæð. Bara að sjá hann skjóti í gólfið og inn. Já. Og Logi fiskar hérna víti. Marri fyrir á punktinn. Og hann skorar að miklu öryggi. 32-18 eru lokatölu leiksins. Það er nú ekki mikið meira þennan leik að segja. Við bara þökkum kærlega öllu þeim sem ákveða að horfa þennan leik í kvöld. Og bara áfram Víkingur. Við minnum bara á að fylgjast vel með næsta leik. Ef við vinnum Kortríki næst þá eru komin í úrslit og mætum annarkvort Fjölni eða Þór. Og við munum að sjálfsögðu sýna frá því. Takk fyrir.